Hérna erum við byrjuð á lotu 2, við erum með plasmís innangrunarkit í þessari æfingu og hérna eru efnin sem eru í kitinu og hérna eru bakteríurnar sem við notum, control insert og multiplex insert og hér er vinnuborðið okkar. Við byrjum á því að setja 500 mikrolítra af A1 buffer sem er resuspension buffer sem að undirbýrir frumurnar fyrir rofi og verndar plasmíð DNA-ið. Við vorum með 2 sýni og við settum því buffer í 2 Eppendorf-túbur. 2 sýni voru vegna þess að við vorum með cloning insert og multiplex insert. Þegar búið var að setja buffer í túbunar, tókum við svona sáðulykkju og tókum upp smá af einni kólóníu sem við vorum búin að velja af akarskálinni. Skröpum aðeins upp af henni og settum það svo ofan í túbunar og snérum sáðulykkjunu aðeins til þess að blanda því vel við bufferinn í túbunni. En hérna byrjuðum við að nota control insert sýnið okkar. Hérna gerðum við það sama fyrir multiplex insert skálina. Við tókum og veldum okkur kólóníu. Þarna getið séð eitt svona svepp sem við horfðum fram hjá. Tókum bara kólóníurnar, það eru svona hvítar, skröpum aðeins upp á sáðulykkjuna og snérum ofan í bufferinn svo að það geti blandast saman. Hér bætum við A2 buffer sem er lysis buffer. En hann í rauninni sprengir frumurnar og losar allt DNA-ið, bæði plasmíðið og litninga DNA í sundur. Við settum það hér ofan í báðar túbunar og við settum 500 mikrolítra í hverja túbu fyrir sig. Þegar það var komið þá ákveðum við ekki að vortexa, heldur velta glösunum svona aðeins 6-7 sinnum eða 6-8 sinnum því að það geti slitið litninga DNA-ið og menga plasmíðið ef við vortexum það. Hérna biðum við í 5 mínútur. Eftir biðina þá settum við 600 mikrolítra af A3 buffer. En það er neutralization buffer og tilgangurinn hans er í rauninni að skilja plasmið DNA frá restinni af í rauninni efnunum sem eru í sýninu. Hérna erum við að blanda og síðan fer þetta í MB spin column tækið í 5 mínútur. Hérna erum við að merkja nýjar túbur með réttum heitum af því að við vorum með control mix og multiplex. Og við vorum að merkja til þess að vera alveg vissir að við séum með rétt efni í hverja túbu. En hérna erum við að setja Cirka 700 mikrolítra, það var alveg maxi sem komst ofan í túbunar í svona MB spin column túbur.
með svona filter sem að við síðan höldum áfram á eftir með að filtera í rauninni efnið í gegnum svona, svona eins og svamp eða filter sem að skilur svo eftir sig efni sem að við munum nota. Þetta fer síðan í spinntækið í 1 mínútu og við notuðum minna tækið því að það var bara þægilegra. Þegar túpurnar voru teknar úr spinntækinu að þá var vökvanum sem að myndast í botninn hellt úr báðum túpunum. Síðan bættum við 500 mikrolítrum að A2-V efni en það er svona pínu eins og þvottabuffer en hann fjarlægir öll prótein og alla mengun úr efninu svo við séum með í rauninni hreint efni eða DNA. Þetta fer síðan í spinntækið í 1 mínútu. Svo gerist það sama, vökvinn myndast í botninn og við hellum honum úr og þegar það var komið þá bættum við A4 buffer en það er svona eins og þvottabuffer með etanóli en hann fjarlægir til dæmis eins og sölt, leifar eftir af próteini og annað. En hérna erum við sem sagt að pípetta 600 mikrolítra af A4 buffernum. Þetta fer síðan í spinntækið aftur í 1 mínútu. Það er sama sagan. Vökvanum er síðan hellt úr sem að hefur myndast í botninn. Þetta fer síðan eins og enn í spinntækið í 2 mínútur til þess að ná öllu sýninu sem við þurfum niður í botninn á túpunni. Svo bætum við 50 mikrolítrum af AE buffer sem er eins og Illusion buffer og tilgangurinn með honum er að leysa upp plastbitina af silikasúlunni. Og hann í rauninni safnar hreinu plastbitina í túpuna, sem sagt í botninn. Hérna fer þetta í síðasta skipti í spinntækið í 1 mínútu til þess að ná öllu sýninu niður á botninn fyrir það sem við erum bara að nota og hérna erum við að taka 2 mikrolítra af því sem við vorum með control mixinu og multiplexinu og setja í nýjar túpur til þess að byrja að græja sýnin okkar fyrir PCR greininguna. Síðan bætum við 15 mikrolítrum af eimuðu vatni og við rauninni setjum 15 mikrolítra af þessu til að ná réttu heildarrúmmáli sem eru þá 20 mikrolítrar af þessari lausn í heildina. Hérna erum
erum við að setja 2 mikrolítra af Neb4 buffer en hann tryggir í rauninni rétt pH og saltstyrk fyrir ensímið til að virka. Og hérna setjum við 1 mikrolítra af ECHO-RI skerðuensími sem í rauninni klippir DNA á ákveðinni röð og það í rauninni býr til hennan bút sem að síðan losnar sem að við getum síðan sett DNA-ið okkar inn í. Hérna erum við að setja túburnar okkar í spinntækið í 10 sekúndur bara til þess að ná í rauninni þessu litla magni sem við settum í botninn á túbuna til þess að geta tekið það úr. Hérna erum við að setja þetta síðan í hita, incubation í cirka klukkustund við 37 gráður. Og hérna var þetta búið í því. Svo er það hérna sem við tökum sýnin okkar úr hita og erum að fara með þær í aðrar stofur til þess að keyra þær á geli. Hérna erum við síðan að preppa fyrir gelið og við byrjum á því að setja 4 mikrolítra af loading dye eða svona hleðslulit ofan í sýnin okkar og við gerum þetta til þess að sýnið sé þyngra þannig að það sökkvi alveg örugglega ofan í botninn á brunninum. Þannig að þegar að gelið verður keyrt af stað að þá í rauninni fylgir liturinn eftir með sýninu og hann rennur svona eftir gelinu og þannig að það er auðveldara að sjá hvar böndin myndast þegar að útfjólubláa ljósið er kveikt á undir gelinu. Hérna erum við að pípetta, það var búið að græja fyrir okkur 12 mikrolítra pípettu. Tókum sýnin okkar með litnum og pípettum ofan í brunn númer 8 og 9. Hérna er fyrsta sýni okkar, þetta var multiplex sýni okkar. Og hérna erum við að græja hitt sýni okkar sem er að fara í 9. brunninn og þetta er control sýni okkar. Hérna eru svo niðurstöðurnar úr greiningunni, PCR-greiningunni og eins og við sjáum að þá komu út engar niðurstöður hjá neinum hópum.